Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða forsetakosningarnar sem voru síðustu helgi. Það hefur verið svona eftirhriftur af umræðunni með alls konar hætti á samfélagsmiðlum og í umræðuþáttum. Eitt svona vangaveltur hvernig fjölmiðlarnir stóðu sig. Og Sverrir Björnsson, hönnuður, með langa reynslu af auglýsingamarkaði og þar með fjölmiðlum. Þú skrifaði grein á Vísi og varst ekkert ánægður með fjölmiðlana? Nei, það er rétt. Mér fannst þurfa að setja þetta inn í umræðuna. Já. Hvernig svona stóru fjölmiðlarnir, það er að segja Ríkisútvarpið, Vísir Stöð 2, Morgunblaðið, NPL, beittu sér í baráttunni fyrir eitt frambjóðanda og það var áberandi, fannst mér. Og þó ég hafi nú ekki gert Hvernig áberandi vegna þess að stundu þegar að vera að ræða þetta að þá er þetta svona tilfinning sem að maður fær af því að það getur skipt máli að segjum að það sé verið að kynna könnun þar sem að Katrín er efst þá var kynnt Katrín var efst í maskínu en ef að Katrín er ekki efst að þá er sagt að ekki er greinanlegu munur tölfræðilegu munur á milli tveggja efstu. Það var svona smá tónbreytingar sem að voru þarna, sem er stundum erfitt að þyrfti að fara í rannsókn og greina þetta. Já, ég var einmitt að hvetja til þessi greinina, þetta er þið nú bara skoðað. Þetta var nú kallað kremlarlókja hérna í gamla daga. Þeir eru að vera að stúdera svona hvernig fjölmiðlar hegða sér og þetta er alveg rétt hjá þær, þetta er fíngjert. En tilfinning mín í gegnum þessa kosningabaráttu var afgerandi og fjölmargra annara sem ég hitti. Og ég tiltekki greininni ákveðin svona dæmi þar sem að er svona detta yfirstrikið Já, nefndu þau? Já, til dæmis þegar að Heimir á Stöð 2 og Heimir er að stýra þar umræðuþætti og svo eru viðtölu við fólk á götunni í miðjum þættinu og allir svara hlutlaust nema síðasti viðmælandinn hann fer með einhverja bestu kosningaræðu fyrir Katrínu Jakobsdóttur sem kom fram í kosningabaráttunni og Jón Gnarr gerir strax athugasemd við þetta og kallar þetta dónaskap við aðra frambjóðendur og þá kemur þessi afsökun við báðum viðmælendur að segja ekki hvernig þeir ætlaðu að kjósa en þetta er þáttur sem er búið að klippa alveg hreint til eins og við þekkjum og stilla upp þetta var nú svona kannski augljósasta dæmi svo nefndi ég hérna líka viðtal En má ég staldra þetta getur gerst með því að það sé bara vilji að við verðum að ýta þess undir Katrínu en þetta getur líka gerst með því að það sem er svona við getum kallað valdið eða þeir sem að fara eru með svona ekstra stóra stöðu ég ætla bara að skipta núna allt innu yfir í fótboltan það hefur alltaf verið til þess gagnrýni á dómara í ensku deildinni að þeir dæmi frekar víti á andstæðing Manchester United en öfugt og þetta gerir stundum í fjölmiðlum líka að eins og Katrín sem hefur svona miklu hærri sess heldur en allir aðrir að þetta er látið slæta að þessi viðmælandi tali svona Katrínu en hefði aldrei verið gert ef hún talað svona Höllu Hrund eða Arnar Þór eða Stein Ólínu eða eitthvað, þá er þetta bara þótt algjörlega óheftir birtingar en af því að Katrín er í svona virðingarliðinu, okkar liði, hluti okkur í elitunni, að þá er þetta látið fara inn gegn hugsanalust. Já, ég held að það sé rétt hjá þér að það er ekki sama Jón og séra Jón, Nei, það er ekki. Það sé sitt hvort. En þarna einhvern veginn, þetta er sérstu kosningabarátta vegna þess að valdið í landinu tekur eitt afgerandi afstöðu með einum frambjóðanda. Sjáum það og þá erum við að tala pólitíska valdið og viðskiptavaldið í raun og veru. Menningar í lituna. Já, og einhver stór hluti hennar líka, Og þá er þetta sárt að sá fjórðavaldi gera það líka sem á nú að vera svona á raun og veru að vera málsvari lýðræðis og fólksins í landinu. Þannig að það fór svona í taugarnar á mér. Þess vegna vildi ég nú setja niður svona að þetta hefði gerst og þó að það líka ekki vísindalega rannsókn á baki þá var þetta gegnum gangandi voru fyrirsagnir og myndbirtingar með þeim hætti að það var stöðugt dregið úr því þegar Katrínu gekk illa en blásuðu upptreinu gekk vel þá voru heimsýrjaldar fyrirsagnir og þannig að Ég tók eftir einu þarna undir lokin þegar voru að koma kannanir sem voru ekki góðar fyrir Katrínu bæði maskína og prósent líklega á 50-deginum þá datt inn ein könnun frá félagsvísindastofnun sem að náði yfir miklu lengra tímabil og sagði raunverulega stöðuna eins og hún var kannski fyrir helgina þar á undan
hún hékk sem aðalfrétt inn á RÚV allan föstudaginn og fram á kjördag. Sem að allir sem að eitthvað einsýn hafa í skoðanakannanir hefðu getað sagt, þessi könnun eiginlega löngu úreld. Já, þetta var alveg sláandi dæmi, sko. Ég skil nú ekkert í félagsvísindastofnun að setja en könnun með 8 daga gömlum gögnum í svona dýnamískum slag, sko. Já. Og svo má kannski við þurfum að tala kannanirnar. Hvað var það síðustu könnun maskinu? Hefðu verið birt ef Katrín hefur í forystu. Þessar kannanir gerðar fyrir fréttastofu Stöðvar 2 og hún hafi ekki verið tilbúin til birtingar, þá var nú maskin ekki að standa sig. Var hún gerð fyrir fréttastofu Stöðvar 2? Eða var þetta maskina sjálf að mæla? Já, skýringin svo að þau hafa gert þetta ganni sínu, heyrði ég í einhverju viðtali, að þau hafa gert þetta ganni sínu, en ég held nú ekki... Ég svo bernskur að ég trúði því bara. Já, en sko mér finnst það ótrúlegt þegar þeir eru nú að gera kannanir fyrir Stöð 2 í gegnum allt. Já. Og allt í einu kemur einn sem gerða kannanir. Gerða kannanir fyrir fleiri, sko. Já. Ég trúði þessu að þetta væri bara þeir að reyna að læra, vegna þess að það var augljóst í könnuninni sem það byrtu síðast, að þessi sveifla var í gangi og sumuleyti var þetta ekkert merkilegt í að ég var búin að vera að tala um þetta í nokkra vikur hérna, sko. Að þetta væri líklegt að niðurstöðuna myndi gerast. Nei, ég ekkert að fullyrða að þetta hafi verið með þessum hætti. En þetta kemur einkennilega út. Ég verið sko svo ekki sem meira sagt. Að þessi gjör könnun líklega fyrir fréttastofu. Veit að þú ekki alveg. Það má vel verið að það sé rétt í þegar þeir eru að gera þess að pröfa tækin sín. Hversu nálættir kæmust. Það var eitt status sem ég sá frá Stefáni Jónssoni leikstjóra. Þar sem hann tók loka ávarpið í síðustu kappræðunum á RÚV, þar sem annars vegar Katrín Jakobsdóttir sem vill svo til að lendir að sem er mynd á bakviðana sem í svona heiðríkju bláum lit sem að var hluti af þessu lúkki sem var í settinu. En þú manst þetta í settinu, það er svona eins og rimlapúlt og svo eru svona rimlar á bakvið, svona kannski til að dreifa hljóði eða ég veit ekki hvað þetta er svona frekar svona grimt lúkk, en það var á bakvið Höllu Tómasar, það var eins og hún væri ávarpa út úr Guantanamo á meðan að sko Katrín væri eitthvað starf upp á íslenskri heiði að tala út í vorið. Já. Það mikið af, sko, svo var náttúrulega slys í eftir útsendingu þar sem að, sko, bæði, eða eista sætið, þar sem Halla Tómasdóttir og að það eins og kamerunu, sko, það verið gefin vitlaus kamera. Þannig að í loka ávarpinu á nær hún ekki að horfa í augun á þjóðinni, sko. Ástþór lendir í þessu líka, hann stendur þarna líka. Svo eru hoggið í lokin á henni sem að þegar maður hlustar á ávarpið, þá eiginlega augljóst og hún að klára. Þannig hún eiginlega búin þegar að fréttamenninni segja, sko, heyrðu við erum að stoppa þetta, þú er búin að tala lengi, en hún var eiginlega búin, sko. Já, þetta náttúrulega, sko, þarna akkurat að tala kannski þessa tilfinningu og í umræðu stjórnun í þáttunum, þá sko, hverjir tala lengst, hverjir fá auðveldustu spurninguna fyrst, hverjir eru stoppaðir af, þeir eru kannski að koma mikilvægan hlutum af. Sem hefur verið bent á að Halla Hrund hafi fengið svona frekar slæma útrið, að það hefur alltaf verið að gjamma fram með hana. Mjög mikið, því hún frekar svona rólegur, sko, ekki mjög kraftmikill ræðumaður, sko. Já, mér fannst það áberandi, sérstaklega þegar hún var í forystu, þá var tölvöld mikið gert það. En svo líka bara myndstjórn, eins og hvernig verið að sýna myndir af þeir sem ekki að tala, og það myndir þeir lukka vel eða þeir eru að bóra í nefið sko, þetta náttúrulega hægt að fara endalaust inn í þetta svona. Ég sá nú stundum myndir af Katrínu þar sem kom ekki vel þegar hinni voru að tala. Já. Þá fannst mér að koma með svona vandlætingasvipi og mér finnst það ekki koma vel út fyrir hana. Já, mér fannst hún nú keyra í gegnum barátuna svona með bros og svona takast bara vel upp. Mér fannst henni takast vel upp að vera sem sagt mildari heldur en pólitíkusinn sem er kannski allir þreyttir á, sko. Mér fannst það nú takast vel hjá henni. En gagnrýni þín er að þú tilgreinir nokkur atriði og vísar í það að þau séu miklu fleiri. Og þá er eitthvað hugmyndið svo að við tækjum sko hvert atriði fyrir sig. Og þá auðvitað getur þetta verið tilvílum bara. Þetta var óvart og þetta var bara úps og eitthvað svona. En ef það þannig að sko hér eru svoleiðis atvik sem bara hrúa sem að koma vel út fyrir Katrínu,
en atriðin sem kom illa út verðin eru eiginlega og lítil sandgóðshrúga. Að þá getum við sagt að það eitthvað svona kerfisbundið verið að ýta undir þann frambjóðanda sem hefur staðstan sess í samfélaginu og það getur verið birtingamynd þess að fjölmiðlarnir eru bara svona veikir. Já, það séu í raun og veru hlutdrægir og hallir undir sko þegar valdið gefur út, þetta okkar frambjóðandi, það getur verið hlutaði sko. Og þá á það við og þegar nefnir svona hrúgu, þá birti Hallgrímur Helgason, hann birti hrúgu af fyrirsögnum af MBL sem að varu allar neikvæðar höldur hund, allar. Það var komið þar svona bara lítið hrúga sem hann tók bara eitthvað saman á nokkrum dögum sko. Ég gerði nú enga úttekt á þessu þannig skilur. En þetta náttúrulega getur sín, þetta athyglisvert rannsóknarefni held ég, því þetta getur líka að gefa okkur vísbendingar hvernig eru fjölmiðlarnir í öðrum málum. Öðrum fréttaflutningi. Í öðrum fréttaflutningi. Já, ekki alltaf verið að segja okkur umurlega frá sjónarhóli valdsins en ekki frá almenningi og að kannski, við getum kallað lýðræðisbylting fjölmiðlana sem átti sér stað kannski á 7. áratugnum þegar svona fjölmiðlar, til dæmis BBC og svona stærri miðlar fóru að endurskilgreina hlutir sitt að það er nú frásögninu BBC einhvern veginn svona þegar BBC var stofnað ríkisfjölmiðl hvert átti sjónarhornið að vera, já þetta sjónarhorn stjórnvalda sem að almenningur kýs, þannig að þetta er ríkisfjölmiðl og það er lýðræðisleg niðurstað almennings sem er stjórnarstefnan, síðan í 68 byltingunni að þá verður svona öðruvísi hugmyndur hvernig lýðræðið samsett í samfélaginu. Nei, við getum ekki verið útvarpa bara stefnu ríkisvaldsins, af því það er ekki alltaf í hagsmuni almennings, að ríkisvaldið er að reka alls konar hagsmuni. Við verðum að vera með almenningi og standa með almenningi og vera með sjónarhornið á samfélagi frá almenningi, svo þróum við þetta svo almenningi skattgreiðendum og neytendum og alls konar svona með. En það er hægt að halda því fram að þetta tímabil sé lokið í blaðamennskunni, að við séum aftur komin inn á það, annars eru fjölmiðlar að reka einhverja sérhagsmuni eða jafnvel einhverja hugmyndastefnu og svo kannski ríkisfjölmiðlarnir eru orðnir meira ríkisstjórnar útvarpið og það á bæði við BBC, tilhneigingin sem hefur verið þar. Það var rosalegt að fylgjast með hvernig BBC tók á framboði Corbyn 2017 til dæmis. Það var bara rosalegt að fylgjast með því. Það var að tala við hann eins og ríkisútvarpið gerir oft við þá sem að koma svona utan að jaðrinum eins og einhverja báðuflennur í einhverju partíi sem að þeim var ekkert boðið í. Og þetta á sannarlega líka við ríkisstjórnarsjónvarpið hérna heima. Já. Og það er helviti skýtt að þjóðin fá ekki að kjósa í þetta embætti sem er nú svona eina beina sem hún fara að kjósa í. Á þess að sko fjórða valdi sem á svona allavega á tillitugum á að vera svona fulltrúi fólksins og veita stjórnvaldum aðhald, þannig að beinir í hlutverk fjölmiðla. Svona samkvæmt skilgreiningu að þeir eigi að veita og upplýsa almenning. Að því sé síðan beitt í svona kostningu sko, en auðvitað spilar kannski líka inn í hérna held ég í þessu frambúði og það er bara samfélagssmæðin. Við erum að tala að fréttamenn sem eru búin að vera þingfréttamenn og á ferðalögum með ráðherrar með Katrínu í þessu tilfelli áratugum saman og það er bara hreinlega vinskapur sko. Ég held að Baldur og Katrín hafi nefnt það, eða Baldur nefndi það að þau talaði að þau voru að hittast í 1000. skipti. Já, þessir leiðandi fréttastjórar og fréttamenn á fjölmiðlunum, þeir eru ábyggilega búin að ferðast og vera í tengslum við Katrínu sko, í mörg þúsund sinnum sko. Þannig að það myndast ákveðin svona nálægð, þekking á persónunni, það spilir inn í þetta að einhverju leyti líka sko. Það munur á því að eiga í samskiptum við fólk og bara eðlilegum samskiptum í gegnum starfið eða eitthvað sem þú skilgreinir sem sko vinatengsl. Það er hluti af, til dæmis það að vera blaðamaður í umgengni við valdsfólk er að maður verður bara að neita sér það. Maður heldur svona temmilegri fjarlægð. Já, þú þekkir það. Ég er kannski bara þannig gerður að ég þoli það að vera svona temmilega leiðilegur sko í samskiptum. En ég meina, ég hef alltaf litið á það sem sko, þú verður ekki góður blaðamaður að því að vera að flaðra upp valdsfólk. Nei, það finnst manni svolítið sko gerast líka bara í pólitískum umræðum hérna. Og kannski bara til þess að vitni í það sko systir mín býr nú í Danmörku og fleira fólk sem ég þekki þar og fylgist vel með í íslenskum fjölmiðlum og stjórnmálum sko.
þeim finnst mjög mikill munur á þessu. Sko svona að það finnist svo vel þessi tengsl og ákveðin mýkt í öllum spurningum, lélega eftirfylgni, skilurðu, jafnvel lélegur undirbúningur og einnig bara samfélagsumræða sé svo takmörkuð hér miðað við í Danmörku, sko. Bara svo ég vitni svona í tilfinningu sem að það fólk hefur í sambandi við fjölmiðlun á Íslandi, sko. Þannig að ég held að þetta... Og deig. Hún sé deig, akkurat. Og ekki mjög, sko, og kannski sjáum við að beittistu blaðamennir, þeir eru ekkert langlífir inn á til dæmis, sko, ríkisfjölmiðlunum. Og kannski þessi mýgri svona verða eftir. Svona, það er kannski dæmi þetta. Fyrir nokkrum árum var fullt af beittum blaðamennum þar inni til dæmi, sko. Kannski er það eitt dæmið þetta, sko. En maður hefur áhyggjur af þessu, af því að þetta er svona mikilvægt í samfélagi, við höfum hérna miðla. Ég meina Morgunblaðið er náttúrulega hagsmunabaráttu afl, ákveðna valdhafa í samfélaginu og kemur ekkert á óvart að það beiti sér og það beiti sér alltaf og það vitað allir, svolítið kannski eins og breska pressan gerir fyrir kosningar þegar hún bara velur sér frambjóðanda og svo bara kyrt á hann og allt og þá gengur út frá því sem vísu. Og þannig virkaði þetta núna að Moggin hafi valið Katrínu. Svo skipst hann skoðun, tókst eftir því? Já, það ég tók ekki alveg eftir því að það átti að hafa gerst 2 dögum fyrir kosningar að allt í einu fekk Katla Tómasdóttir svona forsetatrít. Forsetatrít, myndirnar eru betri, allt í einu var, og stærri, allt í einu var að fara að byrta forsetaportréttið af henni hérna í gylta og bláa kjólnum, stórt sko, fyrirsækundar fekk hún líka. Og mér fannst þess að myndirnar að Katrínu versnuður leið, sko. Þetta er nú kremnológi eins og ég segi, sko, og tilfinning, sko. Þetta var í gamla daga, ég man eftir að myndin sem var að Geir Hallgrímssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins sem var birt í Þjóðviljanum, var alltaf sérlega slæm. Uppáhaldsmyndið þeirra var tekin þegar hann var að taka skóflustunguna af Kjarvalsstöðum. Og það var hávaða rok. Þannig að þetta er svona maður sem að gretta sig upp í vindinn. Þessi dagfarsprúði og kurteisi maður sem að Geir var, með fádæma kurteismaður. Þeir áttu eina mynd á hann þar sem hann var svona grettinn. Og þeir byrtu hann alltaf. Þetta er alveg, þetta held ég að sé stunda en þá, sko. Þetta skiptir mjög miklu máli, sko. Heldur það að þeir að vera raðinn á síðunar í Mogganum, að menn séu kerfisbundið að velja slæmamynd af Baldri eða Höllurhund eða... Sko mér sýnist það mér bara virtist það í gegnum þessa kosningabaráttu að það væri svona valið þannig sko ég get náttúrulega ekki fullyrt að þetta sé eitthvað systematískt gert, skilur. Fólk hefur nefnt þetta hérna, ég held að Sólveig Anna hafi einhvern tíma nefnt að myndina sem Moggin velur að henni séu alltaf slæmar. Já. Með minnir að það hafi verið hún. Já. Og svona í pólitíkinni sér maður þetta og að loknum sko lokakappræðunum þá var mynda sem að sko Halla sést ekki, Katrín skyggir á hana sko, bara sem dæmi sko. En það má lengi sko lesa í þessa hluti, en ég heldur við eigum að vera vakandi fyrir því þetta er gífurlegt vald. Og bara framsetningin af því að rannsóknir sína að sko að fyrirsögnin sjálfsögðu mest lesin fyrstu línurnar myndina sjá ég allir sko fyrstu línurnar og svo dofnar lesningin eftir því sem neðan dregur þannig að svona ingangan hún er langt mikilvægast þátturinn í þessu svo getur alveg dekkað því að þú setja að fara rétt með og starfinn að séu þú gera það bara aftast skilur og þá er ekkert í fjölmiðlun að sakast að sé verið að túlka eða eitthvað eða kom ekki fram með það sem rétt er við höfum séð þetta líka í staðsetningum hvað er á forsíðu og hvað er innar tala um að grafa, tala um einhvern grafreit í blöðunum þar sem að eru birta fréttir ég held ég að við heyrt það hvort er 7. síðan ég man ekki alveg hvað það var Þannig var það allavega í dagblöðunum ég gerði nú ekkert svona rannsóknir á þessu hvernig sko lestur lesenda, ég var þá að vinna á DFF og fekk áskrifundur til þess að koma í hús og þau fengu vikuskammtinn svo áttu bara að krossa við að þessi lása og svo bjó ég bara til línuritt hvernig sko lesturinn fellur og þá var það þannig að ég skiplaði að ég var eiginlega ætlaði að sækja rök til þess að fara með til Jónasar Kristjánssonar að bendunum á að leiðarinn væri of framalega í blaðinu en þess að það var svo mikið fall við lestur annars vegar í erlendri opnu og svo leiðarunum að það væri eiginlega ekki hægt að ná upp lestur eftir það að því þá vartu komin á svo hratt flett
og ég lærði alls konar hluti að þessu, meðal annars að þú verður að vera með svona stoppera til að hægja á flettinu, en þá það líklega þannig að á þeim tíma var það þannig að þú ert komin aftur fyrir blaðsíðu 18, að þá það grafreitur, sko, af því að það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast til þess að lesandinn hrökkvi upp og fara að lesa, sko. Svona eins og ekki klukkan 5 á föstudögum að komið slæmutíminn þá, það svona grafreitur slæmir að frétta, sko. Úlfatíminn. En ég rakst á grein að ganni, ég fór að kíkja eftir slagorðið Ásgeirssonar, fólkið velur forsetann, sko, sem ég frægt dæmi þar sem að valdi beitti sér alveg að gífurlegri hörku, sko. Rakst á grein í Alþýðublaðinu þetta. Og var dálítið skondið að lesa hana því að til dæmis, sko, á þeim tíma þá fóruðu hringinn í kringur landið, frambjóðendur. En þeir máttu ekki tala. Það þótti ekki viðeigandi að menn mæltu með sjálfum sér. Það var að mæra sjálfum sér. Nei. Þeir gáttu verið á fundunum, en það voru stuðningsmennir sem töluðu, sko, það var nú eitt atriði. En eina svona... Það var önnur veröld, þarna þótti þið ekki til síðs að til dæmis að börn skrifuðu minningagreinar foreldra sína á. Nei, það er nú til þess að gera nýtilkomin. Við erum á selfie-tímanum. Já, en svo var sko fyrir utan blöðin, sem voru náttúrulega kannski hefur voru í miklum blóma á þessum tíma, og þau djöfluð flokksblöð, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, sko, með Sigríðar Bjarna á móti Ásgeiri. En svo var komið á umræðu, ávarpi, það var eina sem fór inn á Ríkisútvarpið, það var ávarp, að frambjóðinni fengu að ávarpa þjóðina nokkra mínútur. En þá kröfuðust flokksforinginni þess að þeir fengi að koma strax og eftir, útúða og túlka. Þetta er svona, og bara blaðamanninn drónu þá ályktun, sko, að þarna hefði eftir þetta, sko, ef að sér að Bjarni hefði unnið, frambjóðandi valdsins, þá hefðu við setið uppi með svona kosningabaráttu alla tíð, bara hápólitíska kosningabaráttu til forseta. En að því þetta fór svona, að þá hafið svona valdið sér, við bara drögum okkur aðeins í hlé, gerum þetta svona aðeins og bakvið. En það hefur ekki ennþá borðið árangur. En ég held að allir hafi séð, sko, ákafa Morgunblaðsins að ýta undir Katrínu. Og það var stór hluti sjálfstæðismanna og forusta flokksins studdana, átt ekki við alla. Ég hef stundu fyrir því að taka það fram að ég held að sé þannig að, sko, Stefán Einar sem að tóku sig viðtölan í spursmál, hann hefur talað gegn Katrínu allan tíman, allt þetta ár, þannig ég held að hann sé ekki meðal stuðningsmanna hana, þannig að þetta er ekki þannig að allir sem að vinna á mokkanum hafi stutt Katrínu, það er ekki þannig, en maður gat séð það svona á forsíðum og stærð mynda og fleiri eins og út að benda, að mokkin var á vagni Katrínar fram að svona 2 dagar í kjördag. Á það sama við Stöð 2 og Vísi og Ríkisútvarpið? Það var mín tilfinning og margra annara sem ég þekki. Það var bara sterk tilfinning fyrir því að þeir væru það og styttana. Og það í raun og greinir að það þurfi að stúdera þetta og það þurfi að gera hrúurnar og safna þessu saman og stúdera þetta. Eitt var að þetta er mjög athyglisvert ef það er hægt að vísindilega sanna það að fjölmiðlarnir, sérstaklega ríkisfjölmiðill, hafi tekið afstöðum forsetaframbjóðanda, þá er það, sko, en ég veit ekki hvort það sé hægt að vísindilega sanna þetta, ég veit það ekki. Það voru viðmælendur eiginlega allan tíman voru svona eitthvað svona, já, Katrín, svona hugmynd það að hún ætti þetta eiginlega og aðrir væru eiginlega svona, ætti ekki séns það var mjög magnað upp, sko, pólitíska innegnin sem hún átti að eiga, bara farsalasti stjórnmálamaður Íslandssögunnar, þó svo skoðanakannanir voru að sýna að flokkurinn hennar var fallinn út af þingi, sem er alveg ótrúleg nafngift á stjórnmálamanni, ég man ekki eftir því að við getum að gerst, að einhver hefur komið með flokkin sinn út af þingi og hann er kallaður, sko, farsalasti stjórnmálamaður sögunar. Já, og ég man ekki eftir því að fengið, sko, spurningar það að taka flokk, hvort að það sé merkjum leiðtogahæfni að taka flokkin sinn úr 17% og niður í, ég held að það veri 4,5 þá. 3,3 kom í ljós í gær. Já, 3,3 kom í ljós í gær, hvort þetta sé merki leiðtogahæfni sem að þjóðin á að sækjast eftir. Þá var fókusin á það að henni hefði tekist að halda sama ríkisstjórn, þó það hefði kostað líf flokksins. Já. Þannig það var svona mjög valkvæðir, sko, hvernig henni var lýst hennar ferli. Já, og líka svona samkomulag það að það væri kannski ósýðlegt eða ekki stofuhæft að vera að draga upp einhverja syndir
svona við hennar. Þannig að hún ætti að fá sessinum að ég var hérna í pólitík, svo ákveðið í haust að hætti í pólitík og svo var þetta starflaust og ég ákveð bara að sækja það og ég ætla að fá að vera bara forsetaframbjóði hérna. Þannig ég vil ekki taka sko pólitíkina með mér. Já, það leit svolítið eins og það var sko, við lítið þess að samþykja það að hún yrði stikkfrí frá fyrri störfum, að hún var hætt í pólitík. En leið að vera að djöfla þessi höllurhund út af einu lítilli embættisfærslu sem að líklega allt í lagi sko. Og kallaði til embættisminna unnan kerfin að gera það kortur og spurtum þetta bara aftur og aftur. Og þetta náttúrulega mjög undarlegt að eitt frambjóðandinn sko næstum því stikkfrí og þar alveg mýgur útur af verkum sem að sko, og spurningum bara eins og þessi sem við vorum að ræða sko fórustu að hæfni í sambandi við flokkin. Já, allan flóttan frá flokknum sko, það var í mannasættir, en ég held að sé engin fórustumaður sem hefur mist jafnt mikið af góðu sko stjórnmálafólki út úr flokknum sínum. Það búið að vera flótti frá VG frá hruni og hann hætti ekkert bara við hruni, það var ekki bara villikettirnir, en það komið bara bylgjur af fólki sem hefur flúið VG, en það var alltaf verið að segja okkur að hún var í svo mikill mannasættir. Já. Það var og ég held þetta að því hún nefni þetta og við erum með þegar Guðmundur Ingi var að tala viðreisn flokksins sko, þá held ég akkurat að þessi flótti sko, þessi atgerfis og vitsmuna og hæfileika flótti sem hefur átt sér stað í flokknum, þá held ég að það svona, með hvað ætlar að vinna, hóp jámanna skilur, sem alveg búin að múra sig inn á ákveðna hluti sko, það akkurat þessi flótti sem að svona dreinar flokkin. Já, þannig að hann verður kannski ástandi, hann getur ekki farið út í þá endurnýjun sem hann nauðsynlega þarf á að halda, vegna þess að þeir sem hefðu getað staðið fyrir endurnýjunum, þeir allir farnir. Það nefnilega hættan held ég í þessu sko. Og þannig að bara nefna sko að nú að snúa aftur til vinstri mennsku sko, að og þá voru nefnd sko máli eins og kvenfrelsi og umhverfisvernd en kjarninn að berjast fyrir kjörum þeirra sem eru fyrir neðan miðlínu í samfélaginu og neðst, það var ekki nefnt. Þannig að ef maður ætla að finna kjarnan í því að vera vinstri flokkur, þá var þetta með að vera að grafa dýpra hjá VG. Nú heldur formaður nefndi líka fríðarstefnu. Akkurat. Sem mjög erfitt fyrir VG að halda fram núna eftir framgöngu ríkisstjórnarinnar á Gaza. Já, þetta samt sko, þetta stórt trend sem hefur verið í heiminum að sko vinstri flokkar hafa farið út í svona mýkri mál, ég veit að þú þekkir þetta vel og hefur ofta rætt þetta sko og skrifað þetta. Og það birtist þarna sem sagt í þessu og Katrín Jakobsdóttir eiginlega sko alveg haldgerfingur þess að fara svona að vera á vinstri vægnum, en fara út í öll mjúkumálin og svona öll átakapólitík hverfur og bara það liggur við að sé sko öll dýrin í skóginum með að vera vinir sé sko svona baráttuð þema sem afkvæðlega mjúkt. Þetta held ég nú að sko sé kannski það sem að hefur leitt þess að VG hefur fært svona mikið niðar. Við sáum Samfylkinguna fara í þetta ferðalag hérna eftir samstarfi Sjálfstæðisflokkinn að sko að svona yfirgefa þessa hugmyndafræði að pólitík sé hagsmunabarátta og bara allir saman. Þannig að ég held þetta af Katrínu líka í kosningabaráttunni að svona kannski hafa meira bein í nefinu held ég. En af hverju það þannig að valdastéttirnar, auðvaldið, mennta elítan og fjölmiðlarnir sameinuðust þennan frambjóðanda? Hvað það sem er þetta bara svona að fá að vera í klíkunni og fá að vera í boðinu einhvern veginn og óttin á því að vera ítt út og því að það eru ákveðin slæm örlög í íslensku samfélagi að fá ekki að vera með í partíinu, að þá hlustar ekki náði og þá er það bara já Sverrir, já hann var ekkert að marka hann. Þú veist, þú þekkir þetta bara, það hefur ekki reynslu en ég er að segja þetta er grimmt sko og ótti þeirra sem eru svona í jaðrinum eins og kannski fjölmiðla fólk upplifir sig að ég meina þetta er illa launað og enda sérðu flóttan frá fjölmiðlunum yfir í upplýsinga kannski reyna leiðin fyrir fjölmiðlamann í dag sem ætlar að bara sjá fyrir sér og sinni fjölskyldu að komast í starf einhvers staðar sem upplýsingafulltrúi
þar sem að sko valdið að deila út þú veist, það myndi ekki ráða mig sem upplýsingafulltrúa neins staðar, til dæmis. Nei, það sé rétt. Það einn aðalútgjöld. Upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins, ég held ekki. Þú pröfur að sækja næstur að það losnar, sko, sjáum til. Nei, ég held að það sé rétt að Þannig það er bara að vera stilt. Aðalleið fréttamanna út undanfarin ár hefur verið akkurat þessi leið, sko. Það er kannski ítir ekkert mjög mikið undir það að þú ætlar að vera að gagnrýna yfirvöld og annað og komast í ónáð einhvers staðar. Og það er leiðilegt að sjá Íslands samfélag stjórnast og mikið að þessu, sko. Svona hörðum, en þetta hefur alltaf verið svona. Ég meina áður fyrir fyrst ekki lóð sem að vera sjálfstæðismaður, skilur, bara sem dæmi, sko. Þú ef þú varst kennari þá gast ekki eins og látið þið dreyma að vera yfirkennari innan að vera í sjálfstæðisflokknum. Nei, þannig að sko að einhverju leyti held ég að kannski svona löngun til þess að vera undir valdi í jákvæðum, eða fá jákvæða víbara frá valdinu sé ábyggilega áhrifaþáttur. Ég held nú að kunningsskapur og vinskapur sé líka mjög sterkur áhrifaþáttur að því nefni fjölmiðluna, sko. Og sama held ég með menningarelítur. Eða er þetta að tala um elítur, það er nú ennþá til umræðu hvort það sé þetta að tala um elítur eða ekki. Elítan heldur því fram að hún sé ekki til. Akkurat. Að það sé sko viðkynning og kunningsskapur sé áhrifaþáttur en ekki, og kannski að einhverju leyti að sko háskólamanneskja og svo framvegis og intelligensjan kannski sko styður að þess vegna. Í ríkisstjórnarflokkarnir bara styðja sína konu, hún er búin að reynast bæði Framsókn og Sjálfstæðisflokki mjög vel og þeir kannski sjá tækifæri á þegar að setja sko innan gæsalappa sína mannesku á bestastaði í fyrsta sinn og styðjana þess vegna og hún hefur ekkert verið þeim neitt óþægur ljár í þúfu. Það er frábæru talsmaður sjálfstæðisstefnunar á Íslandi. Það má orða það þannig því að hún hefur þurft að svara fyrir alls konar hluti sem sjálfstæðisflokkurinn að gera og gert það miklu betur heldur að Bjarni geti ekki nokkuð tíma gert. Já, stuttan alveg sko. Þannig að hún á nú inni hjá þeim stuðning sko, burt sér frá öllu en ég held líka að ráða forsetnaembættinu og fá það í fyrsta sinn að það hafi líka ráðið þessum mikla stuðningi sko að eins og Jón Steinar lýsti í greininni að öll kosningar við Sjálfstæðisflokks hefur verið ræst út. En ef þetta er svona, þú ert með auðvaldið, þú ert með menningarelítuna, þú ert með það sem er kallað fjórðavaldið, mér er alltaf leiðist að þeirra að vera kallað fjórðavaldið. Þú ert með þetta allt saman. Af hverju fékk þetta fólk bara 25%? Er valdið ekki sterkara þetta? Hefur valdið, og þá er þetta valdið sem er að stýra íslensku samfélagi, að það er eiginlega bara í takti 25% af þjóðinni. 75% af þjóðinni vill ekki valdið. Upplifir þá líklega að sko valdið sé að teima okkur á rangabraut? Já, ég meina, mér finnst þetta alveg umhugsunarefni sem þetta segja, skilur. Ég hef nú ekki pælt í þessu þannig, sko. En fólk hefur ríka, sko, ég meina, sitjandi ríkisstjórn, óvinsæl, að hún velji forsetann fyrir fólkið. Það er náttúrulega dálítið slæm hugmynd og ég skil ekki í því að menn ekki fatta hana fyrir fram, sko. Við töluðum það sko, þegar varum að ræða að Katrín færi fram. Og þá var ég við þetta borð að segja það bara no way, því að þetta er svo galin hugmynd, þetta mun aldrei ganga eftir. Þannig að mér fannst það í upphafi, sko, hverjum datt þetta í hug, þetta gæti gengið upp. Já, þetta er nú kannski, sko, bergmálshellirinn og jámennskan, sko, það er nú hægt að gera ýmislegt þar og taka rangar ákvarðanir, sko. En einmitt þetta 25% og steddi allan tíman. Hún kom reyndar í 33 og datt svo bara á svona 2 vikur niður í 25 og láð þar. Já, svo var bara steddi alltaf tíma, það var alveg sama hvað var auglýst mikið og hún var örugglega held ég. Við höfum eftir að sjá tölurnar hverjir hefðu mest fé í auglýsingar. En bara sem dæmi í lokaþættinum hjá RÚV þá kemur mínútulög auglýsing sko frá Katrínu, einum frambjóðanda inn í á milli umræðnanna. Í lágradeildinni og litludeildinni og sama með strætóskýrin og þarna ertu með ákveðna fagmennsku sem maður þekkir úr bransanum sko og þú fær frambjóðanda þá ferðu og kíkir á dagatalið og þú pantar sko auglýsingapláss þannig að þarna er ákveðið fagmennska á bakvið
og hinir hafa líklega brunnið inni bara, það hefur verið fullt sko, Króna var búin að kaupa og allir aðrir sko. Eða bara ekki fatta að það mætti, af því að eins og við erum að tala um maskínu, hvort það mætti byrta sko könnunina á kjördag. Þegar ég sá að Katrín var einan á milli, þá hugsaði ég, þú veist, kannski að hinni bara litið svo á að þetta væri bara ekki viðeigandi. Já, ég man ekki hérna til 2016 eða hvernig það hefur verið sko. Ég held þetta sé bara, þú ert á seinna pantinn sko. Já, þetta er hörku auglýsingatími, örugglega verðlaður eftir því. Þannig að fólk hefur gleymt það væri mjög, já það er bara, hann er orðin fullur þegar þú kemur að því sko. Kosningaskrift á hinna hafa ekki fattað hvernig kjördagur var. Ekki nú að snemma kannski. Það er það sem ég ágætt sko. Eða það er mín tilgáta í þessu, ég veit það ekki. En ég þetta stakk margir í augun að sjá þessa auglýsingu. Já. Því að það sem hún var bara ein, þá var þetta mjög skrítið sko. Já, af því að hún var bara ein og hún var svo löng líka. Það var þetta til sérstætt sko. En Sverrir, þú ert að stinga upp á því að það gerir ykkur rannsókn á þessu. Já. Og sem að vera náttúrulega frábær rannsókn í ykkur sem hefur áhuga á svona, sem hefur áhuga á þjálfa menningarlæsi sitt, að skoða, að greina umfjöldum fjölmiðla í þessum kosningum. En ég veit ekki hvort að nokkuð gera það sko. Kannski það getur vinsælt að fallið. Ég er ekki fjölmiðlafræðin full af fólki. Stjórnmálafræðin, félagsfræðin er ekki alls konar MBA rannsóknir og doktorsrannsóknir og þetta heit að vera svona fjölskipaður hópur, þannig að þetta er gott fyrir bókmennafræðinga. Þeir hafa ákveðið innsýn inn í þetta. Já, þeir hafa ákveðið læsi í orðfæri og framsetningar sko. Svo vantar fólk sem er læst á myndmál. Já, það þarf að vera líka. Og það er þetta hérna. Ég held að vera mjög gaman að sjá það, líka bara svo við vitum að þetta er alltaf svo óráðið. Þetta eru svona það sem svona orðið á götunni svolítið sko, sem flýtur svona sko, en þetta er mjög mikilvægt fyrir samfélagið og þess vegna vil ég nú bara setja þetta fram svona sem hugleiðingu að þetta hefði verið með þessum hætti svona til þess að setja bara og hvetja menn til þess að kíkja þess á þetta og kannski líka fyrir fjölmiðlana til þess að batna. Já, til þess að batna. Eitt sem að fjölmiðlana mættu endilega sem að mér fannst kannski var síður merkjanlegt núna í forystusætinu en samt en er oft í svona viðtölum að þeir sem að koma svona einhvern veginn af jaðrinum að þeir fá allt annað trítmenti á RÚV heldur en hinir. Þeir fá yfirleitt svona spurningar svona Sverrir hvað erindi til þú þig eiga í þessum kosningum? Já. Þannig að það er svona, hvað er þú að koma inn í þetta partí okkar hérna? Sem að Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir fær aldrei svoleiðis spurningar sko. Meira segja Inga Sæland, ég man þetta Smára McCarthy sem hefur þurft að bara berjast fyrir því í bara venjulegum umræðu þáttum á RÚV að fá að vera þar. Ástór fekk svona eitthvað, akkur að þú í forstakostingum ættu þú ekki að vera í þingkostingum? Akkur má ekki bara Ástór ráði í hvað kostingum hann er? Já, það er ákveðin tendentis að tala illa eða niður svona og þá ertu búin að staðsetja þig með valdin í raun og veru sko. Veistu yfirleitt hvað forsetaembættið snýst um? Já. Var spurning sem Hallarhund fékk á Jóhanni. Ertu ekki bara eitthvað kjáni sem að rambaði hingað inn? Já, það er svona kannski dæmi um þetta skilju, hvað veistu þetta nokkuð skilju? Já. Það er svona dæmi þessa afstöðu sko. Og svo þessi harka sem að var til dæmis í spursmál í Mogganum og sumuleiti í sumum hérna forystusætunum. Ég hef verið með svona velta þessu fyrir mér að því að ég er með þennan þátt hérna og ég bara ekkert point í svona samtali að eiga svona samtali við þig og reyna að vera bara vefeikja því sem er persónu erindið þitt eða hver þú ert að það sé ykkur að vera að þjóna almenningi með slíku attitúti. Þetta er attitút sem að hefur lengst þróast í Englandi sem er sko stéttskiptasta samfélagi í heimi. Þar sem að einmitt, ég tók sérstaklega eftir þessu í kosningunum 2017 hvernig Jeremy Corbyn var trýtaður svona sem einhver boðflenna. Og þetta er náttúrulega aðferð sem að sko valdi notar til þess að sko niðurlægja þann sem er ekki í takti sko. Auðvitað er það stundu þannig að sko fjármálaráðurinn er tekin á beinið en það er æ minna í BBC og æ minna á Íslandi. Það er mjög sjaldan sem að Katrín Jakobsdóttir hefur fengið sko harkalega yfirheyrslu á RÚV. Já, þetta eru meira og minna svona mjúk drottningaviðtöl finnst manni sko. Mjög mikil mýkt í þessu og maður saknaðist líka að það sé ekki leitt meira saman fólk sko.
og það er svona ákveðin nostalgíu þegar það sátu sko 4 fulltrúar flokkan í hring og tókust á sko og sama í bara stórum málum þegar það er verið að ræða umdeild mál að það er fréttamaður á móti viðkomandi en ekki 2 andstæðir pólar. Það er alltaf Bjarni og fleiri neita að mæta sko. Já, það er neita að mæta andstæðingu sinum og komast upp með það. Mér skilst að Davíð Oddsson hafi tekið upp á því að neita að mæta nema að væri bara einn. En sko það sem að gerist oft í þessum viðtölum er það að þekking fréttamannsins þrýtur. En aftur á móti ef þú ert með 2 andstæða póla þá ertu með fulla þekking á báðum sjónarmiðum til staðar og umræðan verður mikið dýpri og beittari sko. Hvað fannst þér með þessa skiptingu sem þú kallaðir niður í lávaraldeild og hvað ég man ekki hvað kallar það, ómerkilegri deild? Af því að eitthvað spurði mig daginn, akkur var þetta svona? Ég meina, þeir spurðu ekki tíma, þetta var alveg jafnlangt. Það voru sömu spurningar það sem gengu á milli, þannig að það breytti ekkert sko, hvað var spurt. Akkur var verið að kljúa þetta? Var það bara til þess að Katrín Jakobsdóttir þyrfti ekki að vera í sama herbergi og Ástþór Magnússon og Steinunn Ólína? Já, nú veit ég ekki. Mér fannst fyrsti þátturinn takast vel, allir voru. Það var eiginlega besti þátturinn af þeim öllum. Já, og þessi þrengri þættir höfðu verið nokkrir á leiðinni, þannig að það var í sjálfum sér engin ástæðu fyrir RÚV að endurtaka það. Nei, það var ekki. Ég hefði mjög gjarnan viljað sjá alla mæta, sko, þannig síðan, sko. En ég skil alveg að þú viljir kljúfa þetta á milli, sko. Þá væru kannski með öðruvísi spurningar, sko. Þá væri kannski verið að ræða þá við þessa 6 efstu sem að þeir hefðu raunverulega möguleika eitthvað slís. En það fengu allir svona spurningarnar, sko. Þannig að þetta breytti ekkert sko, eina breytingi var það að þessi 6 efstu þurftu ekki að hafa 6 neðstu með sér í sama herbyggi. Já, það var nú eina sem breyttist. Það var ákvörðurinn, sko. Akkurat. Já, ég veit ekki akkur hún var tekin, sko. Það eru gamla fáðinga til að tala fjölmiðla. Þú þeir eru að vera bara fjölmiðlagagrínandi okkar að koma einna sem oftast. Já, takk sem leiðis. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.